Nú er svona búin að íta 10-20 sekundur. Einar, þú fylgist með. Takk. Góðan dag. Í dag er þriðjudagurinn 27. nóvember árið 2024. Sett eru fundur í bæjarstjórn Akraneskaupstaðar. Þetta er fundur bæjarstjórnar númer 1403 og eftirtaldir bæjarfulltrúar eru mættir til fundarins. Það eru Sædís Alexía Sigurmundsdóttir, Lífose Skarstað, Jónína Margrét Sigmundsdóttir, Guðmundur Ingvar Guðjónsson, Kristinn Hallur Sveinsson, Þórður Guðjónsson, Ragnar B. Sæmundsson, Einar Brandsson og Valgarður L. Jónsson sem hér talar gegn embætti forseta bæjarstjórnar. Einnig sitja fundinn þeir Haraldur Benediktsson, bæjarstjóri og Steinar Dagur Adolfsson, sviðsstjóri stjórnsýslu og fjármálasviðs og sér Steinar að rita fundargerð. Áður en við göngum til dagskrár þá ætla ég að á hérna eitt smámál sem við þurfum aðeins að vinna úr. Það er þannig að undir þriðja fundarlið sem er fundargerð velferðar og mannréttindaráðs, þar er sem sagt lögð núna fram fundargerð á ný sem var lögð fram á síðasta fundi. Það er að segja fundargerð 234 frá 15. nóvember. Ég ætla að gera það að tillögu minni að þar sem að hún var lögð fram á síðasta fundi og rætt þá fari þessi fundargerð út af dagskrá þessa fundar. Eitthvað sem hreyfir mótmælum við því. Það er ekki. Og þá göngum við til dagskrár. Við förum í fyrsta mál, málsnúmer 2410-229, Fimleikafélag ÍA, beiðni búnaðarkaup. En bæjarráð samþykkti á fundi sínum þann 14. nóvember síðastliðinn viðauka númer 24 til að mæta kostnaði við búnaðarkaup í Fimleikahús og málið er rakið í meðfylgjandi fylgiskjölum. En í stuttu máli að þá eru þetta rúmar 7 milljónir sem að þarna eru millifærðar á milli liða, þar sé að teknar af launaliðum íþróttamannvirkja og ráðstafað í þessi kaup. Niðurstaða fyrir rekstur kemur út á 0. En orðið er laust þetta mál. Það er enginn sem kveður sér hljós. Þá bið ég þá sem samþykkja viðauka númer 24 við fjárhagsáætlun yfirstandandi árs að gera svolítið gefa merki. Hann er samþykktur með 9 atkvæðum. Annar fundarliður, málsnúmer 2401-002, fyrir fundargerð bæjarráðs á árinu 2024. Hér er lögð fram fundargerð númer 3579 á 21. nóvember síðastliðnum. Og orðið er laust þessa fundargerð bæjarráðs. Það er enginn sem kveður sér hljós. Þar með telst þessi fundargerð framlögð. Þriðji fundarliður, málsnúmer 2401-003, fundargerðir velferðar og mannréttindaráðs árið 2024. Það er þá ein fundargerð, númer 235, fundir sem framfór þann 19. nóvember síðastliðinn sem hér er lögð fram. Og orðið er laust þessa fundargerð velferðar og mannréttindaráðs. Það er fulltrúi Kristinn Hallur Sveinsson, gjörðu svo vel. Forseti,
ágæti bæjarfulltrúar, bæjarstjóri og aðrir sem á að hlýða. Og bara að minnast á lið númer 6 sem er samningur framlengingu samningi samræmda móttöku flóttafólks. Við höfum ásamt fleiri sveitarfélögum reynt að ná einhverjum árangri í því að semja betur við ríkið að það taki meiri þátttöku í þessum kostnaði og borgi raunkostnað við þetta málefni. Það hefur ekki tekist og er bara líka erfitt núna í ljósi þess að það er bara starfsstjórn í landinu sem tekur ekki ákvarðanir þetta mál, þetta er ekki kannski framarlega. Og embættismenn telja sér ekki á heimild til að breyta þessu. Þannig að við erum að samþykkja það á framlengingu á samningnum vegna ársins 2025 sem er bara sami samningur og við höfðum áður. En við vonum bara að það verði hægt að taka þetta og þetta er reyndar líka samning á viðaukanum fyrir 2004 sem átti að samþykkja þessu. Við höfum verið að reyna að setja pressa á ríkið með þetta að breyta kostnaðarskiptingu. En eins og sé það hefur ekki tekist, þannig að það er annarkvort að samþykkja þennan samning og fá þó það sem er greitt með honum eða að gera það ekki og þá berst ekki greiðslur út af þessu verkefni. Við lögðum til við bæjarráð og bæjarstjórn þetta yrði samþykkt. Það kemur þá væntanlega inn á fund fljótlega bæði bæjarráði og bæjarstjórn. Og svo vitið stöðunni. Takk fyrir. Takk fyrir, fulltrúi Kristinn Atli Sveinsson. Fleiri sem óska eftir að taka til máls undir fundarliðnum fundargerð velferðar- og mannréttindaráðs. Það er ljós og þar með telst fundargerðin framlögð. Förum við í 4. fundarlið, málsnúmer 24.004, fundargerði skóla- og frístundaráðs á árinu 2024. Hér er lögð fram fundargerð ráðsins númer 250 frá 20. nóvember síðastliðnum. Orðið laust þessa fundargerð. Það er fulltrúi Jóna Margrét Sigmundsdóttir. Gjörðu svo vel. Forseti, bæjarfulltrúar og aðrir sem á því síðan. Við langar að koma hér undir 200 í skóla- og frístundaráði og ég er að koma hér undir lið 3 sem erindi Sundfélags Akraness og vil bara byrja á að þakka stjórn Sundfélagsins fyrir að senda okkur þetta bréf og þessa yfirferð á sögu innri-sundlaugar á Akranesi. Og þetta er náttúrulega mál sem hefur verið slegið á frest í langan tíma. Og eins og staðan er í dag, þá hefur sem sagt innri-sundlaug hefur fengið pláss á framkvæmdar- og fjárfestingaráætlun en er því miður ekki fjármagnað og það eru allir sammála það mjög brýnt að byggja góða og nútímalega innri-sundlaug hér á Akranesi. Ekki bara meðlimum Sundfélagsins til heilla heldur bara skólabörnum og öllum bæjarbúum. Og
og ég held að við horfum öll á það að þetta er bara mikilvægt verkefni. Og leið og rætist úr þessum efnahagsmálum og tekjur bæjarsjóðs fara að aukast að nýju, þá höfum við forsendur til þess að setja verkefnið á framkvæmdaáætlun. Og það er líka alveg ljóst í mínum huga, samkvæmt núverandi forgangsröðun bæjarstjórnar í uppbyggingum íþróttamannvirkja, þá er bygging inn í Laugar næsta dagskrá í röðinni. Og ég veit að þetta hefur heyrst áður, en mikilvægið er bara þetta er mjög brýnt. En við erum náttúrulega í mjög stórum fjárfestingaverkefnum og höfum verið undanfarin ár, og það er bara, við þurfum að klára þau og fjármögnun þeirra áður en næstu skref verða stigin í þessari uppbyggingu. Og svo það má líka nefna það að til að jaðarsparka verkefnið bygging hótels og mannvirkja fyrir knattspyrnuiðkun mun verða til að hefja byggingu innilögar. Innilögin hún verður alltaf að byggja samhliða þessum verkefnum, bara út af raski og öðru. Þannig að þetta stendur nú hvert með öðru. Já, þannig að ég held að allir sem að sitja hér við þetta borð séu sammála mikilvægi þessa verkefnis. En og bara það er gott að geta átt samtal með sundfélaginu og þau eru alltaf til í frekara samtal. Þannig að ég reikna með að við eigum eftir að eiga góð og uppbyggileg samtal með þeim í framtíð. Anna, vildi ég segja það? Takk. Takk fyrir, Jóna María Sigmundsdóttir. Fleiri sem óska eftir að taka til máls varðandi fundargerð skóla- og frístundaráðs. Þórður Guðmundsson. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, bæjarstjóri og aðrir sem á hlýða. Langar að standa upp undir sama lið við þrjú og ræða framtíðar uppbyggingu innilögar á jaðarsparki. Ég var þess heiðurs njótandi að fá að leiða starfshóp sem starfaði einhver 6 ár varðandi jaðarsparka verkefni og horfi ég mjög stoltur á mannvirkin sem eru farin að rísa þarna og er þetta mikil lyftistöng fyrir bæjarfélög og spennandi að sjá nýja íþróttahús okkar rísa núna og það er alveg klárt mál í hugum okkar sem unnum í þessum starfshópi þessi 6 ár og reynda 2 hópar sem voru stofnaðir, ég fekk að leiða báða, að innusundlegin myndi rísa í kjölfar íþróttahússins og það er svona fasi 2 sem við töluðum og það er gert. Það er rosalega mikilvægt að maður horfir í framkvæmdaáætlun bæjarins núna til næstu 3 ára og svo áframhaldinu í kjölfarið af því að við erum raun og veru í pásu. Það er að segja, við erum búin að vera í gríðarlega miklum framkvæmdum og það hefur kostað okkur, réttar sagt fjárfestingum, sem hafa kostað okkur mikið fé og við sýnir svona öllum tölum að við séum að stefna í með fjárfestingar á síðastliðnum 3-4 árum og talaðum farin að telja á annan tug milljarða með gríðarlega mikið. Innusundlegin er á listanum, það er klárt mál, en hún er ófjármögnuð vegna þess að fjárhagsstaðan leyfir hreinlega ekki að fjármagna og þá er mjög óábyrgt að setja hana fjármagnaða inn, en engar síðan er hún á listanum. En ég tel að sé gríðarlega mikilvægt að halda áfram þessu samtali sem hafið við sundfélagið þessu uppbyggingu vegna þess sem maður horfir á þetta, þá verðum við líka að horfa raunsæðum augum á hvað svona sveitarfélag eins og okkar getur staðið undir. Og það er risastór munur á því hvort þú byggir 50 metri innilög eða 25 metri innilög, ekki bara fjárfestingarlega heldur líka rekstrarlega séð. Og fólk verður bara að horfa á bláköldum augum og horfa á bara staðreyndir málsins þegar þau farið að standa þetta. Hvort við erum í stakk búin til þess að fara alla leið í 50 metra lög, það væri svo mjög gjarnan hægt að gera, en það er eins og staðan núna myndi ég segja að það væri mjög flókið fyrir sveitarfélög okkar
til framtíðar að fara í það risastóra verkefni og byggja 50 milljónir. En ekki ætla ég að meta það hér og nú. Á þeim tíma sem við skiluðum á okkur 2019 með minni í starfshópnum, þá var tillagan okkar að fara í 25 metra innilög og gera það með miklu sóma þar sem að almenningur, sundfélagið og skólarnir okkar gætu nýst. Það var til dæmis teiknuð upp höfrungalög sem myndi henta mjög vel við endurhæfingu, eldri borgarasund og ungbarnasund sem er mikil eftirspurn eftir og fengjum þar frábæra 25 metra keppnislög. Þannig að persónulega skoðun mín svolítið þar ennþá, en það er umræða seinni tíma. En ég hlakka til umræðanur sem við erum að leggja til í skóla og frístund að hefjast bara strax á nýju ári við sundfélagið, nákvæmlega þessa framtíðartilhögun, þar sem að sundfélagið náttúrulega sterkasta röddin í því hvernig innilögin verður byggð. Það alveg þeim. Þannig að þetta svona fínt kannski veganesti fyrir þau að ræða með svona ræða, hvernig þau sjá þetta og hvað þau vilja sjá og meta út frá raunhæfu staðreyndum málsins sem fjárhagslega sveitarfélagið. Takk fyrir mig. Takk fyrir. Þórður Guðjónsson. Fleiri sem óska eftir að taka til máls. Það er Guðli Jósa Skasta. Forseti, bæjarfulltrúar, aðrir sem á hliða. Ég ætla að koma hér upp undir samanfundarleg og kollega mínir í skóla og frístundaræði. Varðandi uppbyggingu sundlaugar á Jaðarsbökkum. Fyrst sem við þyrftum að ræða er að passa okkur á að ræða þetta út frá fleiri hagsmunaaðilum heldur en bara sundfélaginu. Þegar þessi umræða er í gangi í bæjarfélaginu, þá er alltaf eins og sé bara sundfélagi sem að sé á óskar eftir sundlaug og við sem gerum þetta fyrir sundfélagi. Það er bara mikill misskilningur. Þetta er náttúrulega eitthvað sem við erum að gera fyrir skólabörn, fyrir sundfélagi vissulega og fyrir alla íbúa í bænum. Þannig að við þurfum að hugsa þetta í miklu víðara samhengi heldur en mér finnst við oft vera að tala og þurfum að spá í þetta þannig. Ég sammála því sem hefur verið sagt að langlunda geð sundfélagsins og náttúrulega fleiri orðið kannski ansið mikið. Ég hefði náttúrulega viljað hafa þetta framar en ég er líka raunsæ og veit að fjárhag bæjarins er kannski ekki alveg upp á sitt besta. Það sem að við þurfum líka kannski að horfa upp á, því við vitum það að rekstur á 50 metra innilög er mikill ef við erum að horfa á þann. En við þurfum líka þá að vera kannski bara svolítið kreatív. Hver er það sem segir það að til dæmis segjum svo bara köldustu vetrarmánuðina. Þurfum við að vera með 50 metra innilög í gangi og 25 metra útilög. Má ekki bara setja dúk yfir hana bara yfir köldustu vetrarmánuðina og það sé bara ekki í boði að vera með hann. Við þurfum ekki að vera með 50 metra innilög og 25 metra útilög. Við vitum það náttúrulega að eins og hefur verið síðustu vetur þegar hefur verið sem kaldast að við getum búist við því að það verði skortur á heita vatni. Og þá erum við ekki að fara að vera með það laugarnar í gangi alveg full swing. En allavega þá bara hvetja okkur til dáða í þessu verkefni og horfa á möguleikana sem þetta gefur okkur. Eins og bæjarfulltrúar Þórður kom inn á áðan varðandi lausnir eins og fyrir eldri borgara, fyrir unga börnin okkar og allt þetta. Við þurfum að horfa á þetta frá öllum hliðum. Takk. Takk fyrir. Það er fulltrúi Líósu Skasta. Fleiri sem óska eftir að taka til máls. Svo er ekki. Ég vil kannski bara fá að bæta við undir sömu fundargerð sama fundarlið. Mér finnst gott að heyra það að það sé ásetningur hjá skóla- og frístundaráði að halda samtalinu áfram. Það er ekkert sem að stoppar okkur í því að ræða við hagsmunaaðila eins og sundfélagið og fleiri eins og bæjarfulltrúi Líósa Skasta kom inn á varðandi það hvers konar laug við viljum sjá í framtíðinni og við getum í raun og veru komist mjög langt með verkefnið
Þannig að við vitum, bara þegar við getum kveikt á því, þá vitum við hvað það er sem að við ætlum að fara og sem búin að ná sameiginlegri niðurstöðu það, hvað það er sem við ætlum að gera. Þá verður það í rauninni bara þeim mun einfaldara átak þegar það kemur að geta sett verkefni af stað. Gott að heyra það frá skóla- og frístundaráði að þessu samtali verði haldið áfram og við svona höldum málinu lifandi og eins og kom fram í ræðum allra bæjarfulltrúanna 3 held ég að við erum öll meðvituð og sammála mikilvægi þess að reisa þetta mannvirki. Ef ekki eru fleiri sem óska eftir að fá að koma upp og ræða fundargerð skóla- og frístundaráðs, þá látum við þessari umræðu lokið núna. Förum í næsta. 5. fundarliður málsnúmer 24.01.005 fyrir fundargerð skipulags- og umhverfisráðs á árinu 2024. Hér er lögð fram fundargerð ráðsins númer 314 á fundi sem fram fór þann 18. nóvember síðastliðinn. Og orðið er laust í fundargerð skipulags- og umhverfisráðs. Það gerir sig engin líklegan til að biðja orðið. Þar með hefur þessi fundargerð verið lögð fram. Við förum í næsta fundarlið. 7. fundarliður málsnúmer 24.01.028 fundargerðir frá Sambandi íslenskra sveitarfélaga og tilkynningar árinu 2024. Hér er lögð fram 955. fundargerð stjórnar Sambands íslenskra sveitarfélaga frá 15. nóvember síðastliðinn. Orðið er laust þessa fundargerð. Það er þetta Einar Brandsson, gjörðu svo vel. Forseti ágætu bæjarfulltrúar. Það er svo sem ekki að fara djúpt í þær umræður sem voru á þessum fundi en stærsti hluti þessa fundar fór undir stöðu kjaramála en það sem að ég er búinn að gera athugasemd við mig og ég var skammaður fyrir það að hafa ekki mætt á þennan fund. Og ég var alveg hvumsa og held ég hef verið á þessu fundi en sé það að mín er ekki getið, hvorki að ég hafi skrópað eða mætt en ég er búinn að gera athugasemd við það. Þessi fundargerð er komin í rafræna undirritun aftur og hugsanlega þá gætum slysast þess að koma inn aftur þannig að rétt þá í það tilfelli en það vantar nafnum mitt og ég var vissulega á þessum fundi. Takk fyrir, Veitur Einar Brandsson. Fleiri sem óska eftir að ræða fundargerð stjórnarsambandsins. Það er enginn sem óskar eftir að taka til máls. Þar með erum við komin í gegnum dagskrá þessa fundar. Ég þakka bæjarfulltrúum fyrir fundarsetuna og umræður á fundinum. Segi þessu fundi sliti.